Já, komið sæl og velkomin í 21 frétta og umræðu þátt hér á Hringbraut. Næsta klukkutíman, það ýmislegt framundan. Já, við ætlum að vera með lifandi umræðu þriggja borgarfulltrúa, Vigdís Hauksmættir, Hildur Björns og Pavel Bartósek. Þetta verður fjöru umræðundi stjórn Lindu Blöndal og svo ætlum ég að fá til mín tvær konur sem þekkja starfsemi Krísuvíkur samtakana á að fara að taka fyrir þá starfsemi, loka og læsa. Við tölum það á eftir að þessar konur lentu í ræsunni fyrir nokkrum árum en Krísuvíkur samtökin björguðum. Þetta svakaleg saga sem það segja okkur á eftir. Já, missið ekki að því, en svo það náttúrulega Hlemmur. Hlemmur 40 ára, Snædís Snorra, hún fór í strætóferð. Akkurat. Nú, síðan það fréttir dagsins. Já, þú búin að njóta ýmislegt. Þetta náttúrulega... Já, forsíðu Fréttablaðsins Þetta sko... Hérna bara sönnunin fyrir því hvers vegna við erum í vanda með þá, hvað maður að segja, öryggi erlendra ferðamanna. Þeir virða ekki bannskiltin. Já, hér sumsé bannskilti og hér eru þeir komnir langt fram úr. Þeir vilja fá mynd af sér sem næst Gullfossi. Og fíldiskan slíka þeir setjast á ystu nöf á einhverja steina sem slúta út í gjána. Já. Þeir eru bara hérna á bjargbrúninni við fossinn. Eyþór tekur hérna frábæra myndir sem eru frétta ígildi vikunar. Já, ég myndi segja þá og fleiri fréttir hérna inn í blaðinu. Sterk frétt. Og sterk frétt líka í Fréttablaðinu dag launahækkun borgarfulltrúanna. Hún er dágóð, 22,4% hækkun sem einhverjir myndi þakka fyrir í veturs komandi. Já, hækkað 133.000 krónur. En það hefði nú hækkað enn meira hefðu þau þegið kjararáðshækkunina. En þarna á að fara eftir launavísitölu, þróun hennar. Þannig þetta útkoman. Og ég hnaut líka verðlagshækkanir á Íslandi. Verðlag hækkar næstmest á Íslandi í allri Evrópu, segir hér í Mogganum á blaðsíðu 12 og takt eftir þessu, Linda. Verða áfengi og tóbaki hefur hækkað 180% frá árinu 2000. Já. 180%. Já, þetta kannski það sem varan sem að fólk svona síst getur mótmælt að hækki. Þetta svo óholl vara. Já. En ég ætla að segja líka frá því að suðurkóreska fyrirtækið Pearl Abyss sem á markmiðlunarleikinn Black Desert Online hefur keypt íslenska tölvuleikjafyrirtækið CCP. Þetta í öllum miðlum í dag. Og þetta sem sagt CCP sem á EVE Online, við þekkjum þetta. Og þetta hvað maður að segja, kaupverðið um 46 milljarðar íslenskra króna. Þetta rímar svolítið við það sem að gerast í samfélaginu. Við erum að missa alltaf smám saman einhverja parta úr fyrirtækjum okkar til útlanda. Íslandi að fara til baltnesku ríkjanna með einhvern part af starfsemi. Já, svo sem ekki mjög mikla. Það kannski ekki stór hluti. En þetta náttúrulega, þessi velgengni, þessi saga CCP náttúrulega engu lík. Ég ætla að nefna hér eitt að loka sem ég hnaut og fólk hefur nú yfirleitt skoðanir á götunöfnum og mannanöfnum þetta. En Skipulags- og samgönguráð Reykjavíkurborgar hefur hafnað tillögum götunafnanefndar, hún til, og það var verið að leggja til götuheiti á göturnar í kringum Landspítalann, nýja Landspítalann, og þarna var lagt til að þetta svona tilvísun í lækningajurtir og þetta sem sagt Njólagata, Hvannargata, Blóðbergsgata, kannski svolítið hæpið, og Fífilsgata. Ég var alveg til að búa við Fífilsgötu. Já, og fleira hérna, Hildigunnargötu og Þjóðhildargötu, það ekki nú ekki. Og má þetta ekki? Já, þau skipulagsráð hafnaði hugmyndinni, ekki að því að hún væri svo slæm. Það ekki útskýring á því hvers vegna þessi var hafnað, en þau vilja greinilega fá eitthvað, þá væntanlega fleiri. Var götunafnanefndin bara ekki í stuði þennan dag? Ég veit það ekki, kannski hafa bara ekki trú á einhverjum svona lækningajurtum. Þetta er bara ráðgáta. Já, þetta sýnir okkur eins og að fréttir eru margvíslegar á hverjum degi. Já. En hér framundan þá Linda Blöndal, hún að koma sér fyrir í fréttasættun okkar og ætlar að taka tali 3 fjöruga borgarfulltrúa sem að hefja pólitískan vetur. Já, takk fyrir það Sigmundur, við ætlum í pólitíkina, hún að vakna úr sumardvala. Fyrsti borgarstjórnarfundurinn var haldinn á þriðjudag. Þar sitja núna 23 á þessari samkundu, fleiri en nokkru sinni fyrr. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, var hjá okkur í gær og við ætlum að glöggva okkur betur á því hvaða málefni eru stærst og kannski líka samskipti borgarfulltrúanna sem hafa kannski verið svolítið á skjön. En þau eru komin hingað, tveir úr minnihlutanum,
Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og Vigdís Hauksdóttir í Miðflokki og Pavel Bartósek sem situr í meirihlutanum fulltrúi Viðreisnar. Velkomin. Takk. Takk. Það var svona tiltölulega stór dagur á þriðjudag þegar fyrsti borgarstjórnarfundurinn fór fram. Hvað myndið segja hafi borið hæst á þessum fyrsta fundi? Já, okkur í Viðreisn og í meirihlutanum fannst náttúrulega mjög ánægjulegt að við höfum talað göngugötuna og samþykkt að gera bankastjóri lög eða göngugötu allt árið. Þetta var nú eitt áherslu okkar í Viðreisn í kosningabaráttunni og einhverja fleiri flokkar líka. Og þetta var eina af þeim tillögum sem við bárum fyrst og mér fannst nú ánægjulegt að myndaðist nú breiðari samstaða hana en ég þorði að vona. Það var 21 fulltrúar af 23, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn kaus með tillögu líka sem á sósíalistaflokkurinn en 2 fulltrúar sátu hjá. En mér fannst þetta mjög ánægjulegt og ég held að það litið verið tilbaka á þess að ég fór að fulla að vera saman sönglög þennan borgarstjórnarfund, ég nú ekki verið það bjartsýnn, en þá er þetta ákveðin stund í þróun borgarinnar að þessi langa saga sem hefur verið svona af og á, að hún sé að taka þessa mynd að við séum ákveða að gera þessa göngugötu allt árið. Þannig að mér fannst það bera hátt uppi. Já, það nefnilega kom kannski svolítið á óvart að þegar maður hefði haldið að þetta væri umdeildara mál. Hildur, þú varst nú að rifja upp á Facebook-síðunni þinni sögu þessara göngugötu máls og þetta náttúrulega þetta er ekkert nýtt. Þetta er ekki nýtt og ég tek undir með Pavel. Það var ánægjulegt að við gátum komist þarna sameiginlegri niðurstöðu þetta mál. Já. Og það er svona kannski ákveðin nýlunda. Þetta hefur kannski verið eitthvað ágreiningsmál eitthvað tíma. En það er líka kannski, eins og ég sagði á fundunum, ég er mjög hrifin af göngugötum sjálf og við sjáum það kannski líka stundum greinir eitthvað ákveðið kynslóðabil í skoðunum þetta mál. En við vorum að fá inn að borð til okkar nýlega nýja skýrslu frá Maskinu. Það sem voru greint svona viðhorf borgarbúa til þessara göngugatna eins og það hafa verið hingað til. Og þar sáum við bara gífurlega mikla ánægju og það var rosalega lítill hluti borgarbúa, 11% sem voru óánægðir með sumarlokanir sem hafa verið hingað til. Þannig að það var kannski svona haft svolítið bak við eyrað. Þetta er stórt skref, þetta er afdrifaríkt skref og maður kannski hefði haldið, átti ekki að spyrja kaupmennina líka við götuna, Vigdís, þú satt hjá? Já, ég satt hjá, ég fékk mig engan veginn til þess að taka þátt í því að greiða atkvæði með þessari tillögu og mér langar til að koma því á framfæri sem að mér finnst ekki að vera nægilega skýrt í umræðunni. Það er það að tillaga meirihlutans í borgarstjórn og tillaga Sjálfstæðisflokksins þeim var rennt saman. Þannig að þessir hópar eiga þessa tillögu saman, þannig að það sé jafnræði gætt þarna á milli. En ég fékk mig ekki til að greiða atkvæði með þessari tillögu því að fyrsta lagi er ég sem borgarfulltrúi Miðflokks í Reykjavík og flokkurinn hér í Reykjavík alfarið á móti þeim þrengingum sem að fjölskyldubíllinn sætir nú hjá þessum viðreista meirihluta. Þannig að, og svo akkurat þetta, kaupmenn hafa ekki verið spurðir, það er mikið flótti úr miðbænum, atvinnufyrirtæki, annað en hótel og lundabúðir. Iðnaðarmenn kvarta sáran yfir því að þeir bara taka helst ekki að sér verkefnir í miðbæ Reykjavíkur því það er svo mikið vesen að komast þangað að vinna verkin. Aðgengi. Nú, það var iðnaðarmaður sem hafði samband við mig í síðustu viku sem að fullyrti það við mig að í útboðum þá væri gert ráð fyrir 30% hærra gjaldi í iðnverkum í miðbæ Reykjavíkur vegna þess að tafa kostnaðar við allt. Þannig að mér finnst borgin ekki á réttri leið með því að loka þessu allt árið. Ég er alveg tilbúin til þess að hafa Laugaveginn lokaðan á sumrin þegar gott veður. Það var verið að kynna skoðanakönnun í morgun í borgarráði þar sem er talið að það séu 20.000 erlendi ferðamenn í borginni, 10% af innbyggjum sem sagt, það eru það margir. Þannig að jú, ef við erum að fækka bílumanna til þess að þjónustu það sé meira pláss fyrir ferðamennina, þá gott og vel, en það er skerðing á móti við fjölskyldubílinn. Það eru augljósar hagsmuna árekstrar í þessu, Hildur. Kannski ef við fáum aðeins að bregðast þessu, því mér hefur ekki þótt að koma nægilega skýrt í umræðina, fram í umræðinu þessa tillögu sem var samþykkt, er að það sem gerist núna er að umhverfis- og skipulagssvið mun útfæra þessar tilteknu götur og möguleika á að gera þær að göngugötum og það sem við settum inn einmitt sem breytingatillögu við upphaflegu tillöguna var að það yrði gætt að því að hafa gott samráð, ekki bara við til dæmis hreyfihamlaða eins og var upphaflega lagt til með, heldur sömuleiðis hagsmunasamtök kaupmanna, aldraðra og fleiri aðilar sem kannski þurfa að koma sínu sjónarmiðum á framfæri.
Þannig að og mér finnst líka svona, það vissulega nauðsynlegt að hafa samráð við kaupmenn af því að forsenda þess að Laugavegurinn og miðborgin sé skemmtilegir auðvitað að verslun og þjónusta geti þrifist þar. En fékk þeirra rödd að njóta sín? Hún á eftir að fá tækifæri til að njóta sín. Það það sem ég að koma fram bara svo að það er búið ákveða að fara í þessa hugmyndavinnu og þessa útfærslu inn á umhverfis- og skipulagssviði. Svo fer þetta inn til skipulagsráðs. Svona bara aðeins til þess að leiðir þess einn hluti á Vigdísi, það var bara til að gæta sanngirnis, það var ekki það að vera tvær tillögur sem breyta saman. Heldur var þetta til að meirihluta sem Sjálfstæðisflokkurinn sé að koma með ákveðna breytingartillögur við. Okkur þóttu góðar og Píratar voru það með þessu. Þetta er orðþjengilsháttur. En niðurstaðan er klár. Gott og vel. En ég velti kannski fyrir mér fyrst að því ég heyri nú að Vigdís sé svona frekar kannski andvíg hugmyndinni. Hvers vegna hún hafi þá hvað að sitja hjá, var það til þess að vernda viðkvæmar tilfinningar okkar sem studdana eða hvers vegna ekki bara segja nei? Það vil ég vera að skýra það út á þann. Ég er mjög hlynnt lokun Laugavegarins á sumrin, þannig ég get ekki verið alfarið á móti þá þeirri tillögu sem er allt árið vegna þess að þú vantar mig 3 mánuð inn í, sjáðu, þannig að stjórnmálamenn verða að gera það upp við sig hvað þeir eru að samþykkja og hvað þeir eru að synja, því að Laugavegurinn lokaður á sumrin er svaka flott hugmynd. Svaka flott hugmynd og ég styð það, en ekkert meira. Já, og það segir sér náttúrulega sjálft að það er auðveldara að ganga hérna á sumrin og ganga þá bara í búðirnar. En það var fleira sem að hefur vakið athygli og sérstaklega þarna bólusetningamálið, ég má nefna það sem svo, að Hildur, þú varst með þessa tillögu sem að Hildur Sverrisdóttir, þín flokkssystir, hafi nú líka borið fram áður, en það er að skilda börn að vera bólusett, þar að segja ef þau vilja fá inn á leikskóla. Já, tillagan gerir sjálfsögðu ekki ráð fyrir því að gera bólusetningar skyldubundnar fyrir alla, heldur að einmitt setja þetta inntökuskilyrði á leikskólana. Tillagan var felld og auðvitað er ég mjög vonsvikin með það, en maður gat nú lesið svolítið milli línanna svona á umræðinni sem hafði verið í aðdragandanum að þetta yrði fellt. Þannig að núna kannski ástæða til þess að rýna eins í hvort það sé hægt að finna einhverja aðra leiðir, einhverja mildari lausnir sem þetta komast þeirra saman Í framhaldinu sömuleiðis fylgjast með þessum mislingafaraldri í Evrópu, fylgjast áfram með tíðni bólusettra barna á Íslandi eða þessari tölfræði. En auðvitað, ég er vonsvikin. Já, en þessu var kannski svolítið á haus. Kári Stefánsson skrifaði grein í Fréttablaðið þar sem að hann sagði að þú værir orðin sem sagt forræðishyggjukonan, vinstrikonan sem vildi skylda bólusetningar og leikskólabarnið Líf Magnúðardóttir VG vildi það ekki. Já, í fyrsta lagi þá tók Kári undir tillöguna sem ég þótti áhugavert þar sem hann er svona virtur læknir og vísindamaður en einmitt, hann talaði eins og hún væri sósíalísk ég viðurkenni að ég fór í gegnum ákveðin svona hugmyndafræðilegan þangagang áður en ég bar upp tillöguna hvort hún samræmdist hugmyndum mínum frelsið en frelsið er nú almennt svona háð þeim fyrirvara að þú skaðir ekki aðra þannig að mér fannst hún alveg falla undir það að þarna væri með svona kannski fórna minni hagsmunum fyrir meiri. Já, hvar stóðu þið í þessu? Já, til að byrja með þá er alltaf áhugavert að fara í svona umræður, bara svo ég segi það, af því að áhugaverstu umræðurnar eru umræðurnar sem rauninni ólík siðferðiskerfi rekast á. Og þarna er þetta annars vegar kannski verið að tala til að byrja með ákveðina mannhelgi og virðingu við einstaklingar að taka ákvörðun eigin, hvað skal ég segja, læknismeðferð, getum sagt það svo, sem ég held að margir myndu telja ansi víðtæka og hins vegar einhvers konar hugmyndur getum sagt að svona nytjahyggju eða svona almannahag gegnum nytjahyggju, að samfélag þar sem fólk væri skyldað til að bólusetja sig væri betra samfélag fyrir alla að jafna því heldur en samfélag þar sem það væri ekki gert og ég skil tillöguna og ber virðingu fyrir henni út frá því og þegar þessi tveir hlutir rekast á þá verður fólk oft svona frekar heitt í umræðinni. Að hvaða niðurstöðu komst þú? Ég komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri sem sagt, ekki góð leið, þess að segja fyrsta lagi þá held ég að ég svona sjálfskoður þá okkar heildarleiðir til ljós að ég sett örlítið meiri vikt á þessan rétt einstaklingar til að ákvarða eigin hluti í mjög víðum skilningi. En þarfur utan þá finnst mér að ef menn myndu vera á þeirri niðurstöðu að þessi tillaga, að sá réttu víki fyrir öðru, þá þarf samt að vera þannig að það sem er leggja til virki og sé sannað að auki bólusetningarhlutfall. Og það er kannski vandamál að þeir sérfræðingar ekki allir, en þeir sérfræðingar sem kjörnu fulltrúar ættu kannski að hlusta á í þessum tilfellum, svo sóttvarnalæknir eða almennt svona topparnir í heilbrigðiskerfinu, hafa ekki verið fylgjandi þeirri hugmynd. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, segir að hann trúi ekki að þetta er rétta leiðin og borgarstjóri hlustaði á hann. En eins og Kári sagði þessari fyrrnefndu grein, hann sagði
rétturinn til að meiða annarra manna börn, að hann gæti ekki verið helgur og sýndist nú að hann styddi þessa tillögu. Vigdís, hvar settur þú þig niður í þessu? Ég greiddi að sjálfsögðu atkvæði með þessari tillögu því þarna erum við að tala þessa fyrstu sprautur barna hér á Íslandi sem hefur verið notast við í mörg ár. Sjálf náði ég ekki inn í þann aldur að verða bólusett fyrir mislingum, þannig að ég var fárveik með 41 stig svita í 10 daga. Fékkstu mislinga? Já, óskaði engum þess að vera með þann sjúkdóm. Á meðal annars og þeim grunni studdi ég þessa tillögu. Ég var samt mjög undrandi að borgarstjóri sem menntaður læknir skildi ekki hafa greitt þessari tillögu atkvæði sitt á þeim grunni að við erum að tala litlu börnin, við erum ekki að tala að fara að sprauta þessu börn við svínaflensu eða fuglaflensu eða annað. Við erum að tala þessar bólusetningar sem eru viðurkenndar allan heim. Þegar börn umgangast mikið. Já, og það eru farsóttir erlendis eins og Hildur bendir á, eins og mislingar. Þannig að ég bara botni ekki í þetta hverju það ekki átak í gangi að koma öllum börnum í sprautum. Sóttvarnalæknir, hann taldi bara ekki þörf á því að ganga svona. Má ég bregðast aðeins við því sem kom fram inn á Pavel og kannski líka þess með sóttvarnalækni, hann vissulega taldi ekki þörf á þessu núna en við tölum fyrir því að þetta væri kannski bara pólitísk ákvörðun. En var þetta sem Pavel sagði áðan og ég held að við kannski deilum svolítið þeim hugmyndum að við trúum á sjálfsákvörðunarrétt einstaklingana til að taka ákvarðanir sitt líf, en þarna erum við að tala ákvarðanir foreldra líf barna sinna. Og mér finnst kannski eðlilegt að við sem samfélag og annarra barna líka, við sem samfélag stígum stundum inn í þegar að foreldrar, þetta snýst vernd barna, þegar foreldrar taka vondar ákvarðanir fyrir börnin sín. Af því börnin eru ekki komin í þá stöðu að hafa frelsi til að taka ákvarðanir fyrir sig sjálf. En eru svo margir foreldrar á Íslandi að taka svona vondar? Nei, þetta eru 2% sem eru vist á móti bólusetningum, en við erum að sjá að það er ríflega 7% sem eru kannski bara að gleyma sér. Þannig að tillagan átti svona svolítið að ýta við þeim foreldrum og það sem kannski mér finnst skrítið er að það er talað svolítið að leysa þetta með fræðslu. Tillaga sambærileg þessari var lögð fyrir í borgarstjórn árið 2015. Þá voru viðbrögðin aftur leysum þetta með fræðslu. Nú eru 3 ár liðin. Ég sé ekki að fræðslan hafi skilað neinum árangri, þvert á móti eru óbólusettum börnum að fjölga. Þannig að ég taldi ástæðu til þess að taka kannski stærra skref. Ég er ekki persónulega viss að fræðsla sé endilega máli ef að tilfelli er að 2% gera þetta meðvitað og 5% gera þetta vegna slugsasafn kerfisins. Það er náttúrulega augljóst að það er kannski frekar þessi 5% sem nauðsynlegt er að ráðast á og það myndi að koma okkur vel upp fyrir þessi mörk sem er ástæðanlegur. Þannig að svo ég endurtek, ég hef ekki forsend til að ákvarða þetta muni virka. Og örulega þá held ég svona út frá meðalhólfi var rétt að prófa að... Má ég aðeins líka nefna eitt, bara örstutt varðandi þetta. Það er til dæmis eins og með sængurlegudeildina og kvennadeildina og þar sem að börnin okkar fæðast. Fyrir einhverjum 10-15 árum þá var RS-vírusin algjörlega óþekktur á Íslandi. Hingað komu 2 lítil börn frá Grænlandi með maðurum sínum og þurfti að leggjast þarna inn og síðan er RS-vírusin búin að vera viðverandi vandamál í húsakynnu Landspítalans. Þetta er eitt dæmi en það er ekki hægt að bólusetja við honum, en þetta er lítil börn sem eru nýfædd verða rosalega veik ef þau fá RS-vírus. Bæði börnum voru fyrirburar og fengu þennan vírus, þannig að ég er fyrst og fremst að styðja þessa tillögu á þeim grunni að þetta er velferð barnanna minna og annarra barna sem að er í smithættu. En mér langar að fara inn á mál sem að margir tala og flestir eru að ræða í heitu pottunum og það eru samgöngur í Reykjavík og þessi gríðarlega þunga umferð sem er komin sérstaklega Miklubraut, Kringlumýrarbraut og þar. Hann er tvöfaldast bara bílafjöldin á götunum. Nú, Dagur sagði hér í gær að Kringlumýrarbrautin verði sett í stokk, Kringlumýrarbrautin og Borgarlína. Það yrði eitthvað... Miklubrautin meinar. Miklubrautin ásakaði og það yrði þessi Borgarlína, að það myndi verða teknar einhverjar ákvarðanir á þessu kjörtímabili. Hvað sjáuð þið sem lausn á þessum umferðarvanda? Já, aðeins til að byrja með og þá verð ég bara rödd óvinsaldana að ef við berum saman í Reykjavík við aðrar erlendar evrópskar borgir þá er ekki þannig að borgir á heimsvísu, þá er ekki þannig að ferðatíminn hér sé einhverjum ótrúlegum hæðum. Menn hafa mælt þetta og ferðatíminn hér er að ég minni samanburði sem fyrirtæki Númbeo gerir, það er til ein borg í Evrópu, það sem er hægt að ferðast hraðar á milli heimilis og vinnu og það er Gautaborg.
Að öðru leyti þá erum við framar öllum öðrum borgum. Þannig að það er ekki... Þetta er ekki svona slæmt, þú ert að segja það? Nei, menn að það, sko, auðvitað er gæði því að komast hratt á milli, en við skulum bara átta okkur á því að í alþjóðlegum samanburði þá erum við ekki borg gríðarlegs umferðar öngþveiktis. En lausnin út úr því sem þó er ekki að byggja stærri og fleiri misla gatnamót og breikka vegina. Það hefur engri borg tekist að leysa sín umferðarvandamál með því að gera það. Já. Þannig að það er borgarlínan sem er framtíðarmúsíkin? Áhersla á almenningssamgöngur, áhersla á fjölbreytta ferðamáta sem hefur einhverju leyti gengið vel. Maður sér það eru fleiri sem labba og hjóla heldur en hefur verið áður. En fólk er ekki að flykkjast í strætó? Og nei, sko, það er bara staðurinn. Það er jafnvel í borgum, svo ég klári og ég mun leyfa öðrum að koma á stað, en þetta er þetta mikið hittamál eins og öðrum. Jafnvel í borgum, það sem við upplifum sem miklar almenningssamgönguborgir eins og Kaupmannahöfn, þá er enga síður þannig að það er kannski 40–50% af fólki sem fer á bíl milli heimilis og vinnu. En það er náttúrulega gríðarlegt gagn af því að lækka þessa tölu úr 90% og fá kannski 20–30% til þess að hjóla eða nota strætó. Það er bara gríðarlega hagkvæmt og fólk ákveðnu aldri, námsmenn, ungt fólk sem á ekki börn, þá klárlega að reyna að gera þessa kosti þannig að það getur notað. Já, en er ekki, við spurðum nú Dag að þessu í gær og hann hafði enga trú á því og sagði að þetta hefði verið reynt að á ekki bara verið frítt í strætó. Jú, það var kosningamál Miðflokksins. Þannig að það sé alveg hreint sagt. Þetta er bara einmitt til þess að auka þennan hvata fyrir fólk að nota almenningssamgöngur. En það, að mínu mati, finnst mér að lýsa mikilli þröngsýni að ætlast til þess að einhvern veginn hálfað neyða fólkin í almenningssamgöngur eða hjóla eða ganga. Og hér er alltaf verið að vísa í Kaupmannahöfn. Í Kaupmannahöfn eru engar brekkur eins og upp í Breiðholti, Grafarholti eða Úlfarsárdal, hvað þá Kjalarnesi. Þannig að þetta er svo óraunsætt að vera að bera þessar tvær borgir saman. Svo sem ekki vera að neyða fólk. Nei, svona þannig. Það er bara að vera að reyna að opna á möguleika. Já, en það bara hefur algjörlega misheppnast því það var gerður samningur við ríkið 2012 að auka hlutdeild farþega inn í strætó og ríkið á að leggja þessu 10 ára tímabili inn 10 milljarða inn í strætókerfi til þess að fá fólk í strætó og árangurinn hefur látað á sig standa og er jafnvel núna samkvæmt nýjustu upplýsingu frá strætó að draga saman. Þannig að þar eru farnir 10 milljarðar sem hefði verið helmingurinn í Sundabraut til þess að auka flæðið á milli hverfa hér og létta Ártúnsbrekkuna. Þú spurðir í upphafi hvað þarf að gera. Það þarf að stilla umferðarljósin og það þarf að auka aðgengi einkabílsins að götum Reykjavíkurborgar og gera þeim sem vilja ferðast á bíl það auðveldara. Það er ekki gert með þeirri þrengingastefnu sem er verið að reka í borginni. Einkabíla götum Reykjavík er slæmt. Að því er umferðarteppur. Umferðarteppur vegna þess að það eru fleiri sem vilja nota göturnar en plássi á þeim. Það er bara einföld hagfræði. Það er ástæða fyrir umferðarteppur. Það er verið að þrengja að einkabílum með því að hafa ekki nógu mikið flæð á götunum í gegnum umferðarljósastýringu og misla gatnamót og hringtorga. Ég held að sé ekki til ein töfralausn til að leysa samgönguvandann hérna í borginni. Fólk mun klárlega áfram vera á bíl. Sérstaklega svona kannski, ég held að segja ákveðið svona kynslóðabölu, ég held að segja tækifæri í yngri kynslóðum að fá fólk til að ferðast meira með öðrum hætti. Samgöngumál eru líka skipulagsmál. Ég held að skipti máli ef við skipuleggjum sjálfbær hverfi þar sem fólk þarf ekki að ferðast langan veg. Við höfum bent á til dæmis tækifæri því að setja stærri vinnustaði austarlega í borginni. Þannig að fólk þurfi ekki alltaf að vera að ferðast vestur. Við sjáum umferðarstraumarnir líka vestur á morgnana, austur á kvöldin. En svo má líka kannski benda á það að helsti óvinur þeirra sem ferðast á bíl eru fleiri bílar. Þannig að það ætti auðvitað að vera svona ákjósanlegt fyrir þá sem að ferðast á bíl og ætla áfram að gera það og geta ekki hugsað sér annað, að vita til þess að kannski yngri kynslóður og annað fólk er til í að ferðast með öðrum hætti og finna aðra leiðina, svo hjóla og ganga, taka strætó. Ekki með þvingunum, en að bjóða þetta frelsi og val. Já, fólk er að hjóla. Já, frelsið er til staðar. Fullt af fólki að hjóla. Það hefur nú svo sem heppnast ágætlega að búa til hjólastígana og koma þeim fyrir. Og ekki misskil mig, ég er hlynnt almenningssamgöngum, en það bara eins og ég segi, árangurinn lætur á sig standa í þessu átaki sem við farið í. Frábært að fólk nái jafnframt heilsueflingu út úr því að hjóla og ganga þar sem það þarf að fara hvort sem skóla eða vinnu. Frábært, en það er bara staðreynd að bílum er meira að segja fjölga og rafmagnslausnir í bílum er alveg frábæra líka. Þannig að umhverfislega séð. Þú nefndir hagfræðilega hlið mála. Hefurðu trú á því ef það verði frítt í strætó að farþegum fjölgi? Það hefur hvergi orðið þannig. Það hefur hvergi orðið þannig að þar sem strætó er ókeypis er hann góður. Það er bara alls ekki þannig. Það er miklu frekar þannig á þeim tíma þegar strætó er það lélegur
að þá getur ekki lengi hugsa sér notan þó að sko, þurfa að borga pingulítið fyrir hann, þá gera menn hann ókeypis. Þannig að ég meina, ef þú tekur borginni svo London, Kaupmannahöfn, hvaða evrópsku borg sem þá strætó þar oftast jafnvel dýrari heldur en hann kemur náttúrulega mjög ört. Já, þess vegna langar maður að segja, við erum að tala frelsi hérna og val og þingun. Ég hef hitt heilmarga sem hafa sagt, ég væri tilbúin að nota strætó og hann bara ekki nógu góður. Ég hef hitt hann í fólk. Ég hef ekki hitt rosalega marga sem segja, ég nota strætó, ég væri til í að nota bíl en mér það gert ómögulegt af samfélaginu. Ég hef bara ekki hitt hann í manneski ennþá, það getur verið að Vigdís hafi hitt hana, en bara ég hef ekki snerti flötu við þannig fólk. Nei, þið eru ekki sama félagsskapnum. Ég tek undir með Pavel, við lögðum ekki upp, tókum ekki undir þessar tillögur frítt í strætó. Við höfum rýnt svolítið vel í svona notandakannanir og þar kemur mjög glögglega í ljós að fólk ekki að kalla eftir ódýrari fargjöldum, heldur frekar betri þjónustu og tíðari og hraðari ferðum komast hraðar á milli staða og önnur lausn á samgönguvandanum, svona lítil lausn, en getur verið skemmtileg sem við nefndum í til dæmis kosningunum og værum til í að fara áfram með að fjölga séragreinum fyrir strætó og þær mætti jafnvel nýta fólk sem keyrir á bíl og ferðast þá kannski 4 saman í bílnum eða eitthvað svoleiðis til þess að hvetja fólk til þess að samnýta bíla. Því í dag hver bíl nýttur af rétt rúmlega einni mannesku ef við svona reiknum meðaltali. Já, þetta er svona fordæmalaus veruleiki. Já, hver manneska að taka svo mikið pláss á vegunum, sko. Þannig ef við fjölmennum í bíla þá getum við sparað vegapláss. Ég var mjög hrifin af þessum hugmyndu þegar komið fram fyrir kosningar einmitt með þessa samnýtingu bíla. Það er mjög rökrétt að gera það með þeim hætti og ég hef talaði mjög mikið fyrir því að forgangsakreinum fyrir strætó yrði fjölgað og þær bætta. Hvar verða átakamálin? Hvað verður tekist harðast á þessu kjörtímabili í borgarstjórninni? Ég vil kannski ekki vera að tala átakamál heldur bara skoðanaágreining. Það eru 8 flokkar sem sitja í borgarstjórn núna. Hver með sitt skoðanaágreining og fólk sko. Hver með sitt bakland og hver með sína kjósendur sína baki. Það ullað á andstæðinginn? Já, ég saklaus af því. Það var ekki mér sem var heitt á tungunni allavega. Nei. Það var ekki ég. Það var orðað þannig, já. En það bara eru verkin sem eru framöndan, eru þau verk sem að þarf að fara í og var rætt í kosningabaráttunni. Það eru húsnæðismálin, auka lóðaframboð, nú bæta samgöngur og greiða leið fjölskyldubílsins. Það eru skólamálin, það eru leikskólamálin, það eru þessi stóru mál sem þarf að leysa. Já. Þannig að eins og ég ítreka aftur, ég vil ekki kannski tala þetta sem átakamál því að í grunninn erum við öll sammála það að standa vörð grunnþjónustuna sem ólögbundin og þá lögbundu þjónustuna og sinna henni vel. Þetta leiðirnar að því, það náttúrulega bara eins og hefur margoft verið sagt. En hvað sjáu þið fyrir ykkur samt að, sko, ég meina eins og í samgöngumálunum, þetta eru stórmál og þetta snertir líf okkar á hverjum degi. Að til dæmis í ykkar sko sáttmála meirihlutans, það ekkert minnst á Sundabraut til dæmis. Nei, það hefur ekki verið nein svona tillaga sem við settum fram það allavega þar. Ég svona ef ég mætti forgangsraða, ég sagði nú í kosningaþættinum með Vigdísi, ef mætti forgangsraða milli sko betri heildar almennu samgöngukerfis eins og borgarlínu eða það fari í framkvæmd eins og þessa, þá myndi ég nú alltaf setja borgarlínu fremst. Já. En ég útiloka hins vegar ekki förum í einhverjar frekari. En það þarf samninga við ríkið í öll þrjúverkefni. Það er hafið, sagði Dagur hér í gær, en við skulum setja punktinn. Hérna Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Vigdís Hauksdóttir, Miðflokki og Pavel Bartošek, fulltrúi Viðreisnar. Takk hérlega fyrir komin hingað. Takk sömuleiðis. Og hér eftir stuttar auglýsingar þá fer Sigmundur Ernir í betri stofuna og fær til sín gestir sem ætla að segja eitthvað svolítið svakalegar sögur. Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Í Bónus færð allt á góðu verði til að gera þína eigin eftirlætispizzu heima hjá þér. Bónus, pizzuverslunin þín. Snygg tröja. Tack. Den är gottfärsfjord infärgad med Avitera. En mer miljövänlig infärgningsprocess. Ja. Á lífsins leið má alltaf búast við slysum eða óhöppum og þegar slíkt gerist mikilvægt að tími okkar og orka fari í það sem skiptir máli, að ná heilsu. Fortis fylgir þér alla leið. Eignaumsjón býr yfir áralangri reynslu af rekstri atvinnuhúsnæðis, umsjón með fasteign, bókhaldi, fjármálum og skiptingu á rekstrarkostnaði. Traust utanumhald í fasteignarekstri í 17 ár. Ekkert einnota plast í september. Fróðleikur og ráð á plastlaussseptember.is.
Já, velkomin aftur í 21 frétta og umræðu þáttan okkar hér á Hringbraut sem nýverið hóf göngu sína. En heilbrigðiskerfin á Íslandi þröngur stakkur búinn, þetta þekkjum við og það kemur ekki síst niður á meðferð þeirra sem að glíma við alkohólisma og fíkn. Nú, það meðferðarheimilið Krýsuvík sem til að mynda þar undir og hér í Beitrustofunni að koma sér fyrir góðir gestir, 2 konur sem Sigmundur Ernir ætlar að tala við, þær hafa svakalega sögu að segja. Já, Linda, það má orða þannig að það sé krísa í meðferðarúrræðum fyrir langt leita alkohólista og vímuefnanotendur. Það ekki bara við að loka SÁ-deildinni á Akureyri, þeirri einu sem starfrækt utan Reykjavíkursvæðisins. Heldur líka hugsanlegt að starfsemi Krýsuvíkursamtakanna í Krýsuvík verði lokað á næstu vikum og þar með lokast úrræði fyrir þá sem eru kannski hvað langt leitastir í notkun vímuefna og áfengis, hafa verið meira og minna á götunni, stóran kafla úr lífi sínu. Ég fengi hingað 2 konur sem eru að berjast fyrir lífi Krýsuvíkursamtakanna og starfseminnar í Krýsuvík sem þekkja báðar mjög vel til starfseminnar, útskrifuðust þaðan fyrir nokkrum árum eftir að hafa verið bara beinlínis á götunni. Sofía Smith og Helena Gísladóttir, verið velkomnar. Þið hafa mikla sögu að segja, förum ítarlega í hana, en staðan þessi að það á hugsanlega að loka Krýsuvíkur samtökunum, starfsemi þeirra á samnefndum stað. Þið fóru með bænaskjal til ráðherrana í gær, hvorugur þeirra sá sér fært að mæta, heldur sendu þeir ráðuneytisstjórna til ykkar sem segir kannski ef til einhverja sögu, en förum ekki nánar út í það. Hver staðan? Á að fara að loka? Það eru viðræður í gangi með yfirvöldum. Þeir sem eru eftir að stjórninni í Krýsuvíkursamtökunum, það verið að loka Krýsuvík sem meðferðarheimili, ekki kannski samtökunum sem slíkum. En já, það eru viðræður í gangi við yfirvöld að halda þessari starfsemi áfram, einhverju breyttri mynd eða einhverju, en það eru engin svör. Og nú eru eftir 18 inniliggjandi skjólstæðingar og fjármagn sem til nægir ekki nema til 1. nóvember. Þannig að þetta fólk veit ekki hvað að gera við þetta fólk þegar Krýsuvík verður lokað. Og það látið í veðri í Vakahelina að það sé hugsanlegt að þessu verði einfaldlega lokað og starfseminni verði hætt. Já, það bara, já, það náttúrulega einhverja viðræður í gangi en eins og staðan í dag þá verður þessu lokað bara 1. nóvember. Hvers konar starfsemi fer fram í Krýsuvík? Þetta bara allt öðru sér starfsemi heldur en á öðrum meðferðarstofnunum. Hvernig þá? Og það svona, að því þetta svona langtíma meðferð. Já. Lágmarkstíminn 6 mánuðir. Já. Og þannig að það einhvern veginn bara allt öðru sér prógram og bara, þú veist, að fara þarna upp í sveit og vera þar bara í 6 mánuði, minnstakosti. Þetta hefur mjög mikla sérstöðu. Já. Og farið í alla kima einstaklingsins, ef svo má segja, er hann bara hreinsaður? Algjörlega. Þetta alveg svona einstaklingsmiðuð meðferð. Já. Þetta mikið prógram og mikil vinna sem fer þarna fram og bara, góður ráðgjafar og einhvern veginn bara, það alveg farið alveg djúpt í öll mál. Já, og byggt á mikilli reynslu? Mikilli reynslu, já. Hvaða einstaklingar eru þarna? Þetta brotnustu einstaklingarnir, Sofía? Þetta eru alls konar einstaklingar, en þarna fólk fer ekki á Krýsuvík nema þessi ástæða til. Og yfirleitt fólk sem búið að prófa öll önnur meðferðarúrræði landsins. Og þarna eru veikustu einstaklingarnir. Það segir mér að þetta sé endastöðin, ef svo má segja? Ég sjálf hafði þá fordóma að þetta væri endastöð og þangað ætlaði ég aldrei að fara. En svo var raunin að þetta var byrjun á nýju lífi. Já. Og þitt edrúafmæli hvenær? 1. nóvember 2012. Og það á kannski að loka 1. nóvember? Ég get bara ekki hugsað til þess. Nei, þú skrifa grein hérna í Moggann í dag, Krýsuvík áfram sem meðferðarstofnun og bara grát yfir eiginlega forráðamenn og fórkvölu þessa samfélags að halda þessu áfram úti. Þú það þakklátt þessari starfsemi að þú getur ekki annað en skrifa svona bréf. Ég bara get ekki setið hjálparlaus. Ég vön því að vinna bak við tjöldin. Ég maðurinn á bak við tjöldin eða konan á bak við tjöldin, en í þetta skipti verði ég að stíga fram með nafni og ég vinn á stórri stofnun, þekkja mig margir
Ég vel hæf í mínu starfi, ég móðir, ég systir, ég dóttir og ég væri ekki hér í dag ef að ég hefði ekki komist inn á Krýsuvík á þeim tíma. Hver þín saga? Hversu djúpt sögstu? Ég endaði í sprautuneyslu. Í hörðum fíkniefna heimi. Hvernig byrjaði það? Þetta byrjar sem unglingur byrjaði að drekka og náttúrulega ég held að ég væri bara eins og allir aðrir. Já, það haldaði allir. En þetta þróaðist. Ég fyrir fyrst í meðferð 1996, fer þá á Vog og Staðarfell, þá var það opið fyrir konur líka og blöndu meðferð. Og þar byrjar mín meðferðarsaga í rauninni. Ég náði ekki löngu meturtíma þá og ég ákvað það að fara í nám erlendis. Ég átti mjög gott með að læra og vildi gera eitthvað úr mínu lífi. Þannig að ég fer til Danmerkur, virkur alkohólisti þar í 6 ár. Reyndar þá bara í áfengi, en það var alveg nóg. Ég kláraði samt námið mitt. Og gast samþætt þetta, neysluna og námið? Já, með einhverjum óskiljanlegum hætti. Var oft í slæmum, í mismunandi ástandi á götum Kaupmannahafnar og ég bara þakklátt fyrir það að ég hafi lifað það af. En þið eru báðar lifandi sönnum þess hversu mikilvægt að halda út í svona starfsemi. Helena, þú sögst líka djúpt. Hvenær byrjaði það? Sko, ég byrjaði náttúrulega bara að drekka sem unglingur, en svo byrjaði ég að fikta við grasreykingar bara þegar ég var 27 ára. Þá ég búin að vera eitthvað svona smá þunglind og svona og þetta, þá byrjaði þetta bara eitthvað svona sem fikt og það endaði bara með ósköpum. Hvernig þá? Hver voru ósköpin? Ósköpin voru bara að ég missti allt úr handanum og einhvern veginn bara missti allt frá mér. Hvernig tilfinning það? Hvers konar tómarúm myndast þá? Þetta rosalega skrítin tilfinning, sko. Maður í frjálsu falli? Já, í raun og veru. Sérstaklega þegar maður lítur núna tilbaka, sko. Þá var ég það. En þú veist, ég var alltaf að hugsa, þú veist, já, ég ætla bara, þú veist, klára þennan mánuð og svo hætti ég þessu og allt þetta, sko. Hætta eftir helgina eða eitthvað svoleiðis. En verður manni sama sjálfan sig? Já, maður verður það. Já. Og Sofía, sko, efnið fer að stýra manni algjörlega? Algjörlega. Ég 36 ára gömul þegar ég fer í efnin og þá var þetta bara eiginlega frjálsfall. En var það bara sjálfsagt skref í viðbót að fara úr áfengi í efnin? Nei, það voru ákveðnar ástæður sem urðu til þess að ég fór í efnin. Byrjaði mjög sakleysislega og en þá á þessum versta tíma þá misti ég allt út úr höndunum. Ég misti atvinnu, ég misti húsnæði og enda á götunni. En það sem var mér til lífs þá var að ég var ófrísk og fer þá strax inn í meðferð og eignast heilbrigðan son haustið 2007. Blessunarlega. Blessunarlega. Hann ljós mitt í dag. Já. Og ég næ að vera edrú eftir að hann fæðist í 4 ár og svo gerðist eitthvað. Ég var ekki nógu, ég gleymdi hvaðan ég var að koma og þá fell ég og hélt að myndi bara geta fengið mér einu sinni en það kostaði mig 9 mánuði á næstu lífið og forraði yfir barninu mínu. Ég held að samfélagið sé löngu hægt að dæma fólk fyrir sakir þess hvernig það verður fórnarlömb vímuefna og áfengis. Þetta afskaplega algengt í samfélaginu. Það gerist í öllum fjölskyldum, menntun skiptir engu máli eða efni fólks. Þið hafið vitaskuld umgengist konur, unglinga og kalla vitaskuld líka sem lenda í þessu, verða fórnarlömb vímuefna og áfengis. Einhver samnefnari? Eða þetta ótrúlega ólíkar sögur? Kjarninn í sögunum yfirleitt sá sami. Hver? Það einhver, þú ert að deyfa sársauka. Þú ert að komast í, deyfa sársauka í rauninni. Sammála hérna? Flýja. Já. Þetta mjög oft svona svipaðar sögur. Þetta einhver vonbrigði í lífinu? Já. Áföll? Já. Kynferðisleg misnotkun? Mjög oft. Erfiðleikar í fjölskyldum? Já. Einhver áföll og Það eitthvað sem ýtir þessu af stað? Já. Og svo tekur við ákveðið stjórnleysi. Þú bara æðir áfram í neyslu og endar
Hvar? Á götunni? Hvernig var það? Það var bara skelfilegt og þá, sem sagt, þegar maður komin á þennan stað og fjölskyldan hafði engin önnur úrræði en að loka á mann og ég er þakklátt þeim í dag fyrir það. Á fólk að gera það? Það verður hver og einn að meta það fyrir sjálfan sig. En það hjálpaði þér? Það bjargaði mér, já. Það bjargaði þér? En spurningin er bara, hvað ef ég hefði ekki lifað af? Væru þau þá, en í því tilfelli hjálpaði það mér, bjargaði mér. Málið er það að þú verður að taka ákvörðun. Það er ekki hægt að vera í meðverkni með fíklinum á heimilinu og veita honum húsaskjól, veita honum eitthvað til þess að neyslan framlengist. Það heldur honum í farinu? Það heldur honum í farinu. Já. Ertu sammála? Það er mín reynsla. Já, ég er algjörlega sammála því. Það bara flýtir ferlinu bara að koma sér inn í meðferð. Það er engin maður hefur ekkert hús að venda, sko. En Helena, lýstu fyrir mér hvernig það er að vera á götunni, segjum bara að það sé venjulegur fimmtudagur eins og dagurinn í dag. Hvernig byrjar dagurinn á götunni? Já, það skiptir engu máli hvaða dagur er, sko. Það er bara, bara einhver fimmtudagur, þú veist, maður bara er eitthvað á röltinu að reyna að finna sér næsta skammt og reynir að hitta eitthvað sem maður getur kannski fengið að gista á sófanum eða maður er svona, maður er eitthvað svona á ráfinu bara. Og eru allir dagar eins? Já, ég myndi segja það. Það gengur alltaf út á það sama. Að ná í næsta fix? Já. Það er ekkert öðruvísi? Nei. Skiptir matur engu máli? Voðalega litlu máli. Það er svo? Já. Það er efnið sem er bara númer 1, 2 og 3. Og þú hlýtur að hríðhorast þá? Já, en það er maður bara skinn og bein þegar maður kemur inn í meðferð. Hvað varst þú þung þegar þú varst komin í meðferð? Ég held ég hafi verið 48 kíló. Og ert núna? Ég er tæp 70. Sem er mjög góð þyngd þín mati. En sko, og manni er nokk sama. Það er bara skammturinn. Matur skiptir akkurat engu máli og húsaskjól ekki heldur. Eiginlega ekki, sko. Nei. Og fekk maður alltaf fixið? Nær maður alltaf skammtið? Já, maður nær því alltaf, sko. Með einum öðrum hætti? Já. En er það ekki stundum stutt í vændið? Jú, það er mjög stutt í það, sko. Það er bara... En þú stegst ekki við þann þröskuld? Nei, ég gerði það ekki, sem betur fyrr. Er það þröskuldur? Já, ég myndi segja það. Alveg eins og bara þegar maður byrjar að sprauta sig, þú veist, það er eitthvað þröskuldur og svo er vændið líka eitthvað þröskuldur. Já. Og þú fórst aldrei við þann þröskuld heldur? Nei. Sem betur fyrr. En blöstu dyrnar við þér? Algjörlega. Ég stóð alveg í... Gættinni? Gættinni. Já. Og horfði inn í þennan hræðilega heim. Já, og hvað hugsa maður þá? Sko, þú veist, maður á samt eftir einhverja sjálfsvirðingu. Já, það er bara... Í rauninni, sko, bara... Ég bara get ekki svarað því. Nei. Það er bara... Stundum verður maður orðlaus. Algjörlega. Gagnvart eigin ævi. Ég hugsa bara að þetta hafi verið mín gæfa, mín náð að hafa ekki stigið yfir þann þröskuld. En hafið þið stundum hugsað út í það ef þið hefðu farið yfir þann þröskuld? Já, ég hef gert það. Já. Hefðu þið bara farið alla leið á dreipið? Já, kemur ekki óvart. Nei. Sömuleiðis? Ég er eins og hrættum ég væri ekki sitjandi hér í dag. Nei. En svo tekur maður þessa ákvörðun, þessa stóru ákvörðun, þessa gæfuríku ákvörðun að fara eins og þú sagðir á endastöðuna, þótt maður hafi verið með fullum fordómum gagnvart þeirri starfsemi. Hvað þarf til þess? Örvænting. Örvænting. Algjör örvænting. Já. Niðurbrotin á sál og líkama. Já. Og þú lappar inn fyrir þær dyr, ekki hinnar. Nei, sem betur fyrr. Það eru betri dyrnar. Algjörlega. Og hvað gerðist þá? Ég bara brotnaði niður í rauninni. Ég var komin í skjól og ég segi það bara hér í útsendingu að ég fór bara hrén og bað mín aðrir máttum að hjálpa mér. Að verða edrú, bara fyrir fullt og allt. Og ég var tilbúin að gefa allt. Þarf maður á Guði að halda? Maður þarf á sínum æðri mætti að halda. Hvort sem hún kallaði Guði eitthvað. Það er bara allar góða vettir og nauðsynlegar í svona tilvikum. En með þig, sko, tókstu bara sig svona þessa ákvörðun? Ég verð að hysja upp með brekkuna? Já, ég var náttúrulega búin að fara, þetta var búið að vera eitthvað meðferðarbrölt á mér í nokkur ár, sko. Og svo eins og ég segi, þá var ég á götunni sumarið og ég gæti ekki hugsað mér að vera þar yfir veturinn. Þannig að, og það var bara eitthvað svona gæfa sem bara leiddi mig inn á Krýsuvík, sko. Algjörlega. Og funduð þið, sko, björgunarhringið þar? Já,
reyndar sko, þegar ég fór þangað inn þá hugsaði ég, þetta er bara enn einn meðferðin, fínt að vera hérna, ég verð lágmarki 6 mánuði, kannski lengur. Og ég hugsaði bara, verði bara fínt að vera hérna. Ég hafði ekki, fór ekki þangað inn og hugsaði, núna verði ég edrú. En það gerðist samt eitthvað? Það gerðist þarna inni. Hvað var það? Það var eitthvað kraftaverk, sko. Það var bara eitthvað magna, bara þetta prógram sem þar inni og þegar maður fer að vinna þetta prógram. Og kannski eitthvað samfélag sem virkar? Já, algjörlega. Ertu sammála? Algjörlega sammála. Ég lýsi í greininu minni að ég gleyma aldrei mótunum sem ég keyrði þarna uppi til. Það var dimmur nóvember morgun og það var allt svart, hraunið þarna í kring. Og ég hugsaði bara, það var pínu vonaneisti inn í mér, en ég hugsaði hvað ætli ég verði edrú núna lengi. Ég var búin að dæma sjálfa mig vonlausa. Því ég var búin að prófa svo oft áður. En svo situr hérna mörgum árum seinna, nýtur þjóðfélagsþegn sem kemur samfélaginu vel að gagni. Ertu ekki svolítið hissa á sjálfur þér? Ég fyrst og fremst þakklátt og Og stolt, er það ekki? Sjálfsögðu. Ég er stolt fyrir það sem ég er í dag og þess vegna þori ég að koma fram undir nafni til þess að segja sögu mína því að fólk verður að hlusta, fólk verður að heyra. Að þetta er, ég kalla mig kraftaverk, það er kraftaverk að ég sé lifandi í dag og ég hugsa það á hverjum degi. Ég er þakklátt fyrir þetta tækifæri af því að í dag er tækifærið mitt með stóru T. Ég veit ekki, sko ef ég myndi fá þessa flugu í hausinn aftur því að Bakkus situr alltaf á öxlinni, hvað ég fengi mér einu sinni. Ég veit ekki, ég efast ég myndi lifa það af. Hvað segir þú, Helena? Já, algjörlega, þetta er bara, algjör guðskjöf að maður fór þarna inn og fekk þetta tækifæri og nýtti það. Og bara dásanlegt að vera edrú í dag, sko. Og ég segi bara frá hjartanu, sko, það er svo frábært að horfa á ykkur, þið lítið svo vel út. Ég meina þið hljótið sko að muna eftir ykkur í ræsinu og horfandi samt á ykkur í dag í speglunum mótana, mikið lítið vel út, baby. Já, nákvæmlega. Stundum bara gleymi þið líka, þú veist, hvernig það var fyrir 8 árum síðan og bara, ég hugsa bara, þetta var eitthvað fyrra líf, það er einhvern veginn, og það er það náttúrulega. Og heldur stundum þetta var kannski einhver önnur manneska? Já, jafnvel. Þegar ég er að segja söguna mína, það finnst mér bara rosalega langt í burtu. En hafandi sagt þessar sögur, tökum við þennan sjúkdóm, þessi örlög, svo margra Íslendinga, tökum við þau ekki nú alvarlega, Helena? Já, kannski, það geti verið. Mér finnst einhvern veginn, mér finnst svo mikið sjálfsagt einhvern veginn núna þessar grasreykingar og allt þetta sem er í gangi, skilur, þetta er allt bara svo eðlilegt og allir fá sér í glas, þú veist, allar helgar og eitthvað. Þú veist, þetta er dauðans alvara. Ertu að segja mér að það sé ákveðin sökk menning í þessu samfélagi? Mér finnst það, já. Sofía? Ég er alveg sammála og sko, það er gífurlega mikið verk sem er unnið á hverjum degi. SÁÁ, Hlaðgerðarkot, allar þessar meðferðarstöðvar, Landspítalinn. En mér finnst samt að við séum ekki að taka þetta nógu alvarlega, við sem þjóð, því að það á að loka. Það vantar meðferðarúrræði fyrir sjáðu unga fólki okkar sem er að deyja. Heimurinn er að harðna, önnur efni er að koma inn. Þannig að við verðum að efla þetta. Við hingað til höfum verið mjög rík af til dæmis samfélagið er mjög stórt hér á Íslandi og öflugt. Þannig að við megum ekki fara tilbaka. Þetta er dauðans. Hvað gerist, ágætu konur, ef Krýsuvík verður lokað? Sko, hvað býður þessara 18 einstaklinga? Gatan? Já, jafnvel. Og þá bara sækja aftur á einhverjum öðrum meðferðarstöðum og kannski biðja eftir því og hvað gerast í millitíðinni. Og hvað hefði gerst ef þetta hefði verið á ykkar tíma þarna inni? Ég meina, sko, ef þið hefði fengið fréttirnar af því að það ætti að loka núna í haust og þið væri í miðri meðferð, hvað hefði gerst í þínu lífi? Getur ímyndað þér það? Ég væri sennilega ekki ofanjarðar. Það er bara þannig. Og ég væri ekki til staðar fyrir son minn, fyrir fjölskyldunum mín. Þetta er svo alvarlegt. Þetta er svo alvarlegt. Takk fyrir að deila þessari sögu með okkur áhorfendum. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Skiptum þessu næst yfir í aðra sálma.
Lækkaðu verðið með punktum og peningum. Láttu vildarpunktana þína ganga upp í flugmiða og njóttu ferðarinnar frá upphafspunkti til áfangastaðar. Icelandair. Me, 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 me. We, Láttu okkur að sækja bætur og annast þín mál á meðan þú hlúir að þér og þinni líðan. Fortis fylgir þér alla leið. Ert þú að fást við svefntruflanir eða kvíða? Sefitút viðurkennt jurtalyf unnið úr rót garðabrúðu. Styttir tímann til að sofna og bætir gæði svefnsins. Fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Florealis. Fylgir þér alla leið. Fjallakofinn. Við höldum risa afmælisveislu, allt að 70% afsláttur, komið og gerið frábær kaup. Rúmfattalagurinn aðeins ódýrari. Já, sæl aftur í 21 fréttaumræðu þáttinn okkar. En það Hlemmur, gamli góði Hlemmur sem hefur gjörbreyst en það eru 40 ár síðan að þessi staður var reistur, átt að vera svona einhvers konar Eden, en Snædís hún fór í strætó. Já, takk fyrir það. Ég stödd hérna á Hlemm, eða Hlemm Mathöll eins og hún heitir í dag og fekk það viðurnefni 2016 þegar Hlemmur miðstöð fólksins breyttist í matarmiðstöð fólksins. Ég ætla að tala við hana Unni sagnfræðing og hún ætlar að segja mér lítið frá sögu Hlemms og svo ætla ég endaði að tala við hann Andrés, strætóbílstjóra hjá SVFR til margra ára. Sælustu Unnur, sagnfræðingur. Nú erum við staddar hérna á Hlemm Mathöll sem hefur nú fengið nýtt nafn og Hlemmur á afmæli. Hlemmur á nafnlega afmæli. Hlemmur fertugur. Nákvæmlega. Eins og íslenska pönkið. Eins og íslenska pönkið. Getur þú farið eins með mér yfir, bara stuttlega yfir sögu Hlemms? Sko, Hlemmur, það er merkilega við Hlemm og það er skemmtilega við að hann hafi fengið hlutverk í Mathöll í dag. Já. Hlemmur hefur hann var alltaf svona eiginlega austurhliðið inn í borgina. Þegar Reykjavík að vaxa og að verða borg hérna undir lok 19. aldar, byrjun 20. aldar, hingað kom fólk fyrst. Hérna var Reykjavík, þetta var svona austurendin á Reykjavík. Og hérna stóð hús sem hét Norðurpóllinn, þar sem fólk gat keypt sér veitingar eftir langt og ríkt og þverlæti Reykjavíkur. Brynt hestunum, ég sést eitthvað steinþró hérna. Og þá varstu komin hérna í bæinn. Já. Þannig að þetta var svona staðurinn þar sem að þú bara, nú er ég komin til Reykjavíkur. En svo verður þetta svolítið pönkmiðstöð. Það verður það. Það er nefnilega á sama tíma á Hlemmur opnast. Þá er nefnilega íslenska pönkin loksins að ná að dafna. Já. Og pönkararnir, sérstaklega yngri hlutin sem var náttúrulega ekki með aldur til að hanga á borginni eða inn á einhverjum veitingastöðum, þau gerðu Hlemm að sínu samastað og kölluðu sig Hlemmara. Þannig að þau kenndu sig við staðinn. En gaman. En svo, þetta var náttúrulega upprunalega smíðað sem strætómiðstöð. Strætómiðstöð, en það var alltaf hugsað að hérna væri veitingar og þjónusta líka. Já. Það átti reyndar upprunalega teikningarnar, þar kjallari með 8 verslunar og þjónusturýmum. Og þegar Hlemmur opnaði, það var hannyrðabúð, það var sjoppa, það var passamyndataka, það var blómabúð. Munu nú allir eftir passamyndatökunni. Hver hefur ekki farið í passamyndatöku hér? Já, og svo heyrði ég áðan að þú sagðir að það var fyrirhuguð þriðja hæð líka, ofan á þesta. Það voru einhverjar hugmyndir það, en svo var þetta að endingu, þá var þetta bara ein hæð. Já. En Hlemmur leiðan opnaði, hann hafði á sér svona þetta fjútúrístiska yfirbragð. Við vorum með hitabeltisplöntur í svona mínigróðurhúsum og svo erum við þessa glerpíramíta á þakinu. Þetta hefur verið rosalega nýstárlegt. Það er mjög nýstárlegt og þetta er líka, það er merkilega, þetta er stærsta opna almenningsrýmið á Íslandi þegar þetta opnar. Og hérna nefnilega mega allir koma inn. Hlemmur opinn öllum og hérna þá
var hlið við hlið samfélag pönkara sem hélt til hér. Já. Allt fólki sem að fara í gegn, hérna voru utangarðsmenn, hérna voru rónar og hér þurftu allir að vera svona í sátt og samlyndi. Það var alltaf oft spenna, maður sér það í Rokki Reykjavík þegar strákarnir sjálfsfróðan labba þar inn og svona agalögum gauralátum og fólk alveg bara... Nákvæmlega, þannig að þetta hefur alltaf í rauninni og þó svo breytast annum í dag, Hlemmur mathöll sem að mér hefur þótti góða, þá hefur þetta alltaf haldist í það að vera miðstöð fólksins. Þetta miðstöð fólksins, hér eru allir velkomnir og þetta miðstöð eiginlega, eins og ég kýsa að líta á það, hérna fer svo rosalega mikið samtal fram, bæði á milli fólksins sem hérna að tala saman og líka svona í svona yfirfærðri merkingu. Hérna hefur svolítið svona borgarímynd Reykjavíkur mótast. Þetta svolítið svona Reykjavík, stórborgin, Hlemmur, fólk að koma og fara, alls konar fólk. Myndast svolítið út frá þessu? Já, nákvæmlega. Ég held að það sé mjög erfitt að fá Hlemm til að hætta að vera Hlemmur. Það bara eitthvað hérna við þessa geografísku staðsetningu held ég sem að kalla bara á samtöl og þjónustu og veitingar og fólk að koma og fara. Nákvæmlega, þar höfum við það. Hlemmur mun alltaf vera Hlemmur miðstöð fólksins. Ég held að það alltaf hlýtt á Hlemmi. Takk fyrir þetta, Unnu mín. Takk sömuleiðis. Já, komdu sæll Andrés, strætóbílstjóri. Hvað ert þú búinn að vera hjá SVFR lengi? Ég byrjaði að keyra 25. maí 1994. 1994? Það bara orðið heillangt síðan. Ég heldur betur. Hefurðu nokkuð tímann keyrt svona gamlan strætisvagn áður? Nei, ég bara til pröfu á svona kirkjusaldur sín tíma. Já, ok. Hvernig að keyra svona bíl með við vagnana í dag? Það mikill munur, svo þungt allt, þungt og svifa mikið þyngri stýri og svona öðruvísi. Þetta náttúrulega þetta svona skipting maður stjórnar þessi skipting, heitir alsjálfskipt Já, þú meina það. Já, það það. Já, alsjálfskipt í bílarnir hinnir. Ég þakkaði kærlega fyrir rúndinn hérna í hringinn í kringum Hlemm. Það var áhugavert að fara í svona gamalt tæki. Ekki trúa því. Þakkaði fyrir, Andrés. Takk sömuleiðis, takk fyrir mig. Já, takk Snædís Hlemmur, merkilegt fyrirbæri. Já, en við höfum að segja þetta gott að þessu sinni verðum með úrval úr þættinum milli klukkan 9 og 10 annað kvöld á föstudegi og í næstu viku mæta hingað Margrét Martinsdóttir og Þórður Snær sem eru með okkur hér í þessum fréttaþætti. Já, það passar en takk fyrir að horfa að sinni, verið sæl.